Komið heil og sæl, við heilsum ykkur hérna austan. Við komum víða við í þættinum, en kvæðamenn héldu landsmótslist á Egilsstöðum og við ætlum að heyra örlítinn kveðskap. Líktu á hrjóstrug, holtin mín, hrópa ég náðar þyrstu, breyttu nú vatni í brennivín. Blessaður Jesús Kristur. Þrátt fyrir að grunnskólinn á Breiðdalsvík sé fámennur, þar alltaf líf og fjör, sérstaklega á föstudögum þegar tónlistin við völd. Hérna streyma tónarnir og söngurinn og hljómurinn allan skóla föstudögum. Á Borgarfirði hefur ungur listnemi unnið að lokaverkefni sínu sem að teikna lífið í firðinum. Kannski það sem ég að leita svara við, hvað það sem svona frábært við þennan stað, hvað það sem að drauma alltaf enga aftur. En við hefjum leikinn hér í sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði þar sem 7. bekkingar Fjarðabyggðar eru í 3 daga listasmiði. Við erum sem sé að draga fram kraftin okkar með því að kynnast dýrunum sem að búa innra með. Og meir en það, þau í rauninni hafa verið sótt í gær í svona smá draumferð, eru komin með okkur, en til að halda okkur svolítið tengd, þá erum við núna bara búin að taka líkingu af okkur, sem sé andlitið okkar, setja það hérna niður og vinnum síðan að dýrið út frá okkur. Þetta Páll, ég kannski bara orða fyrir hann, en hann má að sjálfsögðu orða það bara sjálfur. En það fer ekkert á milli mála hvað hann er. Hann ber með sér ljón sem hann vissi strax að hann vildi færa fram og kom til hans í gær þegar við báðum það í svona trommuferð að koma til okkar. Og hann bara óks í þetta! Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði hefur heldur betur iðað að lífa upp á síðkastið, en þar hafa rúmlega 60 nemendur úr 7. bekkjum í Fjarðabyggð nýlokið 3 daga listasmiðju. Þetta búið að vera í bígerð lengi, náttúrulega í upphafi það var, þegar við vorum að plana sköpunarmiðstöðina, það var alveg hugsað svona menntunarþáttin líka. Og svo, ég man ekki, á síðasta árið þá fórum við að ræða við aðila í Fjarðabyggð samstarf. Já, þetta bara búið að vera að þróast síðan þá, einhvern veginn, og núna orðið að veruleika. Og hvernig taka nemendur þessu? Ótrúlega vel, alveg. Ég held að það sé búið að vera, ég búin að flakka á milli hérna smiðina, það bara gaman hjá öllum. Hvað svona eru helstu verkefni hjá þeim? Þau eru margs konar, en við erum með til dæmis myndlistasmiðju, þau eru að læra að gera hérna dúkskörð og prenta og bókband, raftónlistasmiðja, við erum búið til sín eigin hljóðnema og við erum með grímugerð og hérna graffítíverkstæði og já, allt mögulegt. Stefnt að því að skólabúðirnar verði hluti af námsframboði grunnskóla Fjarðabyggðar til frambúðar. Ég held að núna erum við að stíga einhvern veginn svona fyrsta skrefið og reynslan og þekkingin sem við öðlumst einhvern veginn núna. Þetta er svona mjög mikið tilraun og við erum að gera þetta í fyrsta sinn og hérna þá getum við að fara kannski að fínpússa hugmyndina en hugmyndin er að bjóða alltaf upp á einhverja smiðjur eða námskeið og það getur bæði verið fyrir grunnskóla, stig, framhaldsskóla, háskóla en þetta er svona byrjunin á því. Nú ætlum við bara að þróa þetta aðeins betur og... Hvað er að gerast hérna heita okkur? Við erum í svona graffiti og svona listasmiðja. Já. Og eru þið búin að gera þetta verk hérna frá grunni? Já. Já, hver er svona hugsunin bak við það? Þetta er hugsunin að, þú veist, hérna er sjórinn, eða svona, fjaran og svo komum það hífinn og fjöllin þannig fyrir ofan. Við fórum í svona, á mánudaginn þá fórum við svona að skoða þorpið og eitthvað til þess að sjá hvernig munstur við ætlum að gera. Hvernig finnst þér að taka svona frí í hefðbundnu skólastarfi og koma hingað? Mjög gaman. Já. Það voru gaman? Jú. Og hvað finnst þér svona skemmtilegast? Að spreyja. Fjallabyggðar frækilit verða fyrst í skyndi, koma þarf það víða við og versla sveita manna sig. Stemma, Landssamtök kvæðamanna, ganga út á það að efla kvæðamannalistina og náttúrulega það að skemmt okkur saman. Það eru 6 félög í Stemmu, meðal annars félag ljóðaununda á Austurlandi og þess vegna erum við hér. Áfram þýtur litla löp sem leiftri dundur, jafnt hún brýtur kalda klöpp og klakan sundur.
Hún viss með hvergi að njóta hvað þá falla, þótt hún missi 3 fót og það í halla. Hér í eina tíð var það helsta skemmtun landans, það var að kveða sögur. Rímurnar okkar sem í rauninni bara sögur í ljóðaformi. Og það voru kvæðamenn sem ferðuðust bæja á milli og skemmtu fólki. Ein saga gat tekið 4 kvöld að kveða. Ég fár sem fiskið bar föl og sár myndin þurr báran bakkusar, blessuð táralindin. Líttu á hrjóstrug holtin mín, hrópa ég náðar þyrstur, breyttu nú vatni í brennivín, blessaður Jesús Kristur. Kvæðamennskan og kvæðamaðurinn, honum lýst sem oft á tíðum millistig söngs og tals. Þetta ekki þessi ómblíða söngröð 20. aldarinnar. Þetta svona meira sönglandi má segja og var þá kannski hérna áður fyrir meira talað, millistig söngs og tals skulum við segja. Takturinn var frekar frjáls og við erum ennþá að reyna að berja svolítið móti þessu 20. aldar hefðum að vera með allt tónalt og niðurnjörvað og bæði takt og tónum því að kveðskapurinn frjálsari heldur en við erum vön að hafa í kringum okkur í dag. Fann ég tíðum fenn í skjól en fagna blíða á vorin. Alltaf þýðir rík sól, aftur hríðar sporin. Kvæðamaður hefur sína rödd og hefur sína uppáhaldstónhæð. Þannig að það bara finnur hver kvæðamaður sinn tón og ef hann óvart byrjar á hátt þá bara byrjar næsta erinda aðeins lægra. Þetta ekkert flóknara en það. Þannig að þetta bara ákveðin tónaröðun sem að manni í blóðborin ef maður vanur að hlusta á þetta. Þannig að menn geta bjargað sér alveg? Já, og ef þú gleymir laginu þá bara býrðu til nýtt. Þannig var hefðin og við erum ekkert á móti því að hafa hana svoleiðis áfram. Að hlýðar enda himn og enda þingi gunna fríða flokkur manns, fagna lífir boði hans. Barhall gerður bröggnus verði í stofu smjör og ostar öldin fann, undrast kostin Gunnar fann. Veitust eigi von í eigin búi, spurði hvaðan hefði frú, hlotið þar en gengdi sú. Það eru þó nokkuð margir virkir kvæðamenn á landinu í dag og það heilmikið starf. Flest kvæðamannafélögin, þau hittast bara einu sinni í mánuði formlega og kveða saman og fara gegnum texta og læra nýja stemmur. Svo eru nokkur kvæðamannafélög eins og við á Siglufirði sem hittust hvern einasta sunnudag, stundum oftar af því við höfum svo voðalega gaman af þessu og við æfum mikið nýja stemmur og reynum að útsetja þar eins og þú sást kannski hvernig við gerum í dag. Þannig að við æfum mikið og komum mikið fram fyrir skemmtiferðaskip og hópa ferðamönnum í bátahúsinu á Siglufirði. Þannig að við þurfum alltaf að vera að æfa. Meira máttu drekka, þar til út, þar til út, þar til út af þessum kom, þornar yndir rekka. Mér langar alltaf að auglýsa eftir nýjum rímum, nýjum sögum til að kveða og við erum með nokkra góða ljóðahöfunda og þið náttúrulega með félag ljóðahöfunda hérna á Austurlandi. Ég myndi gjarnan vilja fá nýja rímur, ný ljóð til þess að kveða líðandi stund. Sem endurspeglar samtímann. Akkúrat, sem endurspeglar samtímann. Það langt skemmtilegast, en það heyrur það að þegar við erum að lesa einhverja kveða svona stemmur sem eru húmorískar eða fjallum eitthvað sem að fólki stendur nær, þá nærðu náttúrulega miklu betur til fólksins heldur að kveður gamla rímur á íslensku sem að fáir skilja í dag.
Allskinn stóð og ágæt spinn á og dúk og gómsa, ekki að skrítið ég vil inn í regni hamsa. Meðan gegn morgrátelski gaman finnst mér inni, gleðst ég þá við hopp og hí með henni systur vini. Það ekkert kvæðamannafélag á Austurlandi. Þannig að þegar Stemma var stofnuð fyrir 3 árum, þá gerðist félag ljóðauðnenda stofnaði þar með kvæðamannafélagunum. Það nú ekki margir virkir kvæðamenn en nokkrir góðir kvæðamenn og þeir nú félagar sumir í félagi ljóðauðnenda. Að trúlofast og taka skák og tæma kollu finnst mér breyta í æsku elli eins að ríða löpp á svelli. Það var góður hross. Mér sárlangar að sigla bát og sjá að hvessa og verði mér á víf að kyssa, þá verð ég eins og hlaðin bísa. Guðrún hefur og hennar félagar í Rými og Siglufirði, þau hafa æft upp fjölmörg ljóð frá ljóðafélaginu og hafa flutt meðal annars bara hérna núna, rétt áður á þessari bóku, úr bókun sem ljóðafélagið hefur gefið út. Alla tímans voldu verk, varla falleg bara, snjalla rímans stuðla sterk, stendur alla daga. Sótt ég gæti söng og brag, sára bætur mínar, öll mín kæti á þar dag, óskir lætur sínar. Ef ekki að klappa fyrir okkur. Við bíðum bara eftir öllum íbúunum sem langar að búa hjá okkur og vonandi kemur einhver ný fjölskylda til okkar vegna þess að hér verulega gott að búa og verulega gott að vera. Grunnskólinn á Breiðdalsvík fámennur skóli en þrátt fyrir það ákaflega gott og faglegt starf undir þar innan veggja og mikil áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám og allir standi saman. Ég annars vegar skólastjóri og hins vegar verkefnastjóri sveitarstofnamála og ég hef verið að reyna að vinna þetta svona aðalega skólastjórastarfið að mótni, kem að kennslu hérna líka og reyna að einbeita mig þá frekar að sveitarstjórnarmálum eftir hádegið og svona fram eftir degi. Þetta hús ekki bara skóli? Nei, svo sannarlega ekki. Hér nefnilega heilmikil starfsemi sem í þessu glæsilega hús okkar. Nemendurinn nú reyndar bara í litlu rými hér vegna þess að þeir eru bara 16 en til viðbótar við það þá erum við með sveitarstjórnarskrifstofuna og við erum með bókasafnið, við erum með félagsmiðstöðina og við erum með tannlæknastofu. Þannig hér bara heilmikið að gera og hér oft heilmikið líf og gleði og gaman í húsinu. 16 nemendur, það frekar lítil skólaeining. Hvernig byggið það upp? Já, sannarlega. Þetta fámennu skóli heldur betur og þau dreifast alveg á allar bekkjadeildir. Við höfum oftar en ekki reynt að skipta okkur í 2 hópa en sums staðar skiptum okkur samt í 3 hópa. Og við þurfum að vera svona einblína mun frekar á einstaklingin heldur nokkuð tíman kannski bekkinn af því að það gríðarlegur þroskamunur á börnunum. En þetta bara gengur vel, þetta kannski reynir enn meir og betur á þessa einstaklingsmiðaða kennslu og fjölbreytnin verður náttúrulega alveg ótrúlega mikil og skemmtileg þannig að já, þetta bara gengur ótrúlega vel að gera þetta svona. Hvernig finnst þér nemendur vinna úr því að vera svona fá í bekkjadeildum? Hvernig svona hópurinn að vinna saman?
Öllu jöfnu gengur alveg ótrúlega vel. Við erum náttúrulega bara svona sem ein stór fjölskylda hérna. En í fámenninu eru líka erfileikar og það er náttúrulega erfitt stundum að vera bara með einn í bekkjadeild eða ef að vinurinn er lasin þá er enginn til að leika við. En þau eru bara svo flott og glæsileg þessi krakkar að þetta gengur bara ótrúlega vel. En fámennið kalla náttúrulega eins og ég segja líka ókosti þó að það sé ótrúlega margir kosti líka. Mikil áherslu lögð á sýnileika þeirra verkefna sem að nemendur vinna að innan skólans sem á að hrósa hvert öðru í dagsins önn. Já, við höfum vanið okkur svolítið á það að flagga svolítið afrakstri verkefnina. Það er bara gaman að setja það upp á vegg og gleður skólan og gera hann bara fallegri og já, við vinnum svolítið í þessu að hafa verkefni sýnileg. Og þau krakkarnir verða líka þá svolítið stolt að sjá að verkefnin og afrakstur þeirra er komin upp á vegg. Við höfum tamið okkur það í vetur að við erum alltaf að reyna að æfa okkur í því að horfa þá jákvæða í samfélaginu okkar, bæði í samfélaginu utan skólans og eins hérna inn í skólanum. Og við gerum það þannig að við söfnum hrósi alla vikuna í kassa eða box og svo alltaf á miðvikudagsmorgnum þá hittumst við saman, lesum alla hrósmiðana og veljum í sameiningu einn miða sem fer svo upp á vegg og minnir okkur á hrósið. Og það er svo gaman að sjá hvað þetta er vex og við öll að vera meðvitaður þetta. Þannig að já, við erum ótrúlega ánægð með þetta verkefni hjá okkur. Öflugt tónlistarlífi við skólann og nánast allir nemendur læra á hljóðfæri en þeir eru að vinna að uppsetningu verksins Mamma Mia sem sýnt verður á árshátíð skólans nú í maí. Það koma tónlistarkennarar frá Djúpavogi alltaf á föstudögum til okkar og hér er þvílík gleði og gaman og hérna streyma tónarnir og söngurinn og hljómurinn allan skóla á föstudögum og þau standa sig alveg verulega vel í því og mikill áhugi og mikla framfarir. Hvernig finnst þér að vera í skólanum hér? Þetta er bara mjög fínt. Við erum bara svona eins og lítil fjölskylda. Já. Þið eruð ekki mörg í árgangi? Nei, eins og í mínum bekk þá erum við bara 2. Já. En við erum alltaf saman, við erum bara einn hópur, við erum bara svona eins og lítil fjölskylda. Já. En í þínu bekk, hvað er þið mörg? 2 líka. 2. Hvernig finnst þið það að vera í svona fámennum? Bara mjög gott. Ég var fyrst 1 en svo erum við 2. Hvað finnst ykkur svona skemmtilegast í skólanum? Það er svo mikið gaman. Ég finnst mjög gaman í ensku og tónlist er svo frjálst eitthvað. Við getum bara gert, já, það sem við viljum eiginlega. En þér? Það er íþróttir og það er fullt af öðrum tímum líka sem eru mjög skemmtilegir. Ég æfi söng á gítar og rafmagnsgítar. Og er mikið tónlistarlíf í skólanum? Já, við erum held í flesta tónlistartímum hjá Jósef Andreu. En hvernig er svona félagslífi fyrir utan skólan? Það er mjög lítið, en við erum bara saman, þeir sem eru sérstaklega elsta stigið. Við erum öll saman, við erum öll vinir. Og við hittumst ekkert oft utan skóla, en það er félagsmiðstöð sem við mætum stundum í. Það er mjög gaman.
Hún segist yfirleitt reyna að vera til hliðar og láta lítið fyrir sér fara við vinnuna. Ungur teiknari, Elín Elísabet Einarsdóttir, dvaldi nýverið að Borgarfirði við að teikna íbúa þar við sín daglegu störf og umhverfi staðarins. Hún réði sig fyrst austur til starfa í fiskverkum Kalla Sveins fyrir 5 árum. Elín Elísabet teiknaði mikið á ferðinni, er með bók með sér, blýanta og ferðavaslita sett. Við fylgdum henni eftir dagpart og spjölluðum við hana með hún teiknaði forstjóran á skrifstofunni. Ég búin að vera hérna í nokkra vikur við að teikna svona mannlífið hérna og stemminguna almennt og það sem sagt partur á lokaverkefninu mínu í teiknideild Myndlistarskólans í Reykjavík. Þannig að ég bara búin að vera hérna, meira og minna að teikna fólk og hús og fjöllin og allt mögulegt. Hvað dregur þið á Borgarfjörð eystri? Það var til að byrja með bara að vinna. Ég mér vantaði vinnu í mánuð, mig og vinkonu mína og við bara hringdum í fiskverkanir út allt land og enduðum hér bara eiginlega af einskærri tilviljun. Og svo bara hef ég ekki getað hætt að koma hingað. Ég kem alltaf aftur, búin að koma hverju ári núna í meira en 5 ár. Hvað það í umhverfinu eða fari Borgfirðinga sem að heillar það mikið að þú viljið teikna þá? Það er góð spurning. Það er kannski það sem ég er að leita að svara við. Hvað það er sem er svona frábært við þennan stað. Hvað það er sem að dreif mig alltaf hingað aftur. Mér hefur bara frá því ég kom hingað fyrst liðið eins og ég sé velkomin og mér fannst það ekkert endilega vera sjálfsagt fyrir svona lítinn stað. Að bjóða algjöra utanbæði manneskju svona mikið velkomna og mér alltaf finnst vera mikið af góðu fólki hérna, aldrei langa heim þegar ég þarf að fara heim. Langar bara alltaf að vera hérna lengur. Það er bara eitthvað svona aðdráttarafl hérna, almennt. En þú segir utanbæði manneskju, þú ert náttúrulega tæknilega að segja Borgfirðingur, er það ekki? Jú, ég er bara úr hinum Borgarfirði, úr vitlausum Borgarfirði. Elín hefur teiknað fjölda mynda á meðal dvöl hennar hefur staðið en úrval þeirra kemur út bók sem fengið þau nafnið ofan yfir. Það vísar til málnotkunar Borgfirðinga sem segist gjarnan vera að fara ofan yfir þegar þeir fara frá héraði til Borgarfjarðar. Eins verður sýning á verkunum á Borgarfirði í sumar. Hún segir heimamenn hafa tekið vel í að vera teiknaða. Mér hefur bara fundist flestir vera frekar áhugasamir og spenntir fyrir þessu og veittu svo mikinn áhuga og finnst bara mörgum finnst gaman að fletta í gegnum það sem ég er búin að vera að gera og þekkja andlitin í teikningunum og svona og ég bara fengið mjög jákvæð viðbrögð. Þessu 5 sumur sem þú komið hingað, hefur verið að teikna Borgfirðinga líka? Er það bara núna sem þú komst sérstaklega austur til þess að teikna Borgfirðinga? Þetta er nú svona alveg nýrri stærðargráðu núna en svona kannski fyrst síðasta sumar byrjaði eitthvað að viti að teikna hérna í bænum sko og þá kannski byrjaði að fæðast þessi hugmyndum að svona dokumentera svolítið bæinn og fólki hérna. Horfir þannig á því að þú sért að vinna svona heimildarmyndir bæinn? Já, eiginlega. Mér finnst þetta að vera svolítið svona, skrásetning að miklu leyti og svona bara það hvernig Borgarfjörður er í dag. Við spurðum útgerðarmanninn hvernig honum hefði líka að skipta hlutverk og gerast fyrirsæta. Það er allt í lagi, maður hefur nú farið í svona fyrirsætu störf áður því að eins og maður vita þá eru fyrirsætur mjög dýrar og ég nota sjálfa mig bara í svona auglýsa fyrirtækið og svona þannig að það er allt í lagi sko. Ég er kannski ekki ægilega góð fyrirmynd því að maður sjaldan að maður er lengi á sama stað sko. Þannig að það þarf svolítið að passa upp á það að maður sé ekki rokin einhvern skrattan með hana í miðju kafi. Hvernig líst þér á að sjá útkomuna? Já, bara ágætlega. Ég er alveg ræðist það ekki neitt sko. Hvað með þinn teikna áhuga? Hvernig byrjar þetta hjá þér? Ég hef alltaf verið teiknandi sko, sem kannski klísukent, en bara alveg frá því að krakki. Ég hef verið að teikna bara á spássíur í öllum skólabókum og alltaf verið að þessu. En það er bara tiltölulega stutt síðan ég átti mig á því að það sé hægt að læra þetta og vinna við þetta og það sé alvöru, sem það náttúrulega er. Og hefur þú búin að teikna Borgfirðinga, hvert stefnir þá? Það er stóra spurningin. Vonandi bara tekst mér að gera þetta af mínu aðalstarfi, að teikna.
ekki fleiri í þættinum í kvöld. Við kveðjum ykkur hérna úr Stöðvarfirði á strengjaverki nemenda. Verið þið sæl.